Haldinn í Hljómahöll þriðjudaginn 19. apríl 2022 klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Baldur Guðmundsson, Ríkharður Ibsen, Trausti Arngrímsson, Eydís Heinze, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jasmína Sernak, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Styrmir Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 7 mál á dagskrá þessa fundar, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. apríl, nr. 2 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 7. apríl, nr. 3 fundargerð lýðheilsuráðs frá 12. apríl, 4 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 12. apríl, 5 fundargerð velferðarráðs frá 13. apríl og síðan það nr. 6 ársreikningur Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar og það fyrri umræða og síðan það síðasta mál á dagskrá fundarins sem innkaupastefna Reykjanesbæjar og þetta seinni umræða hana. Ég vil því gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. apríl. Orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir gerði svo vel. Kæra forseti, bæjarfulltrúar, gestir og bæjarstjóri. Já, ég vil koma undir fundargerð bæjarráðs frá 7. apríl síðastliðnum og vil fagna lið nr. 1 sem var daggæslumál í Reykjanesbæ. Þar sem kom fram erindi frá fræðsluráði að styrkja dagforeldra sérstaklega. Og langar mig með leyfi forseta aðeins að rekja það mál hér frá 4. apríl síðastliðnum. En það var sem sagt kom fram á fundargerð fræðsluráðs að það eru í dag 24 starfandi dagforeldrar í Reykjanesbæ og okkur vantar fleiri dagforeldra, það alveg ljóst. Við erum með ört stækkandi sveitarfélag þar sem mikið af ungum börnum og væri algjörlega frábært ef að fleiri sæju sér fært að sækja að vera dagforeldri hjá okkur. Til þess að komast á móts við að styrkja fólk til að vera dagforeldri voru á fundinu kynntar hugmyndir að styrkja dagforeldra að hefja störf með því að greiða að fullu fyrir þau námskeið sem þau þurfa að taka í byrjun sem kostar 95.000 og mun þá Reykjanesbær greiða fyrir það allt en hefur hingað til greitt fyrir helming. Að auki verður greitt aðstöðustyrk upp að 100.000 dagforeldra við starfsleyfisveitinguna. Það verður kerrustyrkur gegn kvittun sem að Reykjanesbær hefur hingað til greitt að hluta til eða sérst að helmingað en mun núna greiða að fullu. Auk þess verður ríflegur leikfangastyrkur að upp að 100.000 á 3 ára fresti. Þannig að við reiknum með að þetta verði 3,5 milljón með við stöðun í dag ef við fengjum 5 nýja dagforeldra inn. Þannig að þetta eru störf sem okkur vantar, þannig ég hvet áhugasama að hafa samband við Reykjanesbæ og vonast til þess að við samþykjum þennan styrk, þessu fjárveitingu, til verðandi dagforeldra. Takk. Takk fyrir þetta, Guðný. Mér langar til að nefna mál sem komið fyrir bæjarráð 7. apríl. Ég hef ekki tekið þátt í störfum bæjarráðs núna undanförnum, en þarna að ræða erindi frá aðalstjórnu MFN og síðan frá MFN knattspyrnudeild og síðan frá aðalstjórn Keflavíkur knattspyrnudeildar líka
Og þarna erum að ræða beiðni styrk frá þessum félögum sem að hljóðu upp á annars vegar 7,7 milljarða eða rúma tæpalega 7,8 milljarða frá Njarðvík. Ég er að hugsa orðin á Alþingi, þetta allt í milljörðum þar, fyrirgefiði, milljónir, en síðan 15 milljónir frá hjá Keflavík. Þessu erindi var vísað til Íþrótta- og tómstundaráðs til skoðunar og bara af því að þetta kemur fyrir í fundargerð IT-ráðsins sem að haldin var viku seinna, þar sem að þar tekið jákvætt þetta erindi og óskaði eftir því að bæjarráð muni fylgja þessu máli eftir. Þá vil ég bara segja það hér að það mun væntanlega verða þá tekið á dagskrá bæjarráðs næsta fimmtudag til að klára málið, þannig að við séum ekki, þannig að því að erindi kom frá ráðinu til IT-ráðsins skoðun á málinu, þá vænti ég þess að endanleg tillaga komi þá frá bæjarráði á næsta fundi, þannig að við séum þá með sameiginlega skilning á meðferð málsins. Þannig að við megum þá vænta þess að endanlega niðurstaða í þessu máli verði þá kláruð á næsta bæjarstjórnarfundi. En orðið laust. Það er ekki fleiri sem hafa kvatt sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 13. eru beðin um að gefa merki og þær eru samþykktar. Það er mál á dagskrá. Já. Nei, það var ekki bókað þannig. En það var hugmynd að við myndum staðfesta þetta. Baldur Guðmundsson hefur beðið um orðið. Það er hvað fyrir. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar, það kemur mér óvart að vera kallaður hérna upp. Ég ætlaði alls ekki, bjóst ekki við þessu. En þetta var 7. mál sem er viðmiðunarreglur framlög til stjórnmálaflokka. Þarna og var bara afgreitt þannig í fundargerð kynntar viðmiðunarreglur Sambandi íslenskra sveitarfélaga framlög til stjórnmálaflokka. Já, við þurfum aðeins að laga íslenskunum líka, en það er annað. Þarna var verið að leggja fram tillögu hvernig framlögum yrði ráðstafað til stjórnmálaflokka og við áttum sem sagt að taka afstöðu til þess. Við gleymdum að taka afstöðu til þess í bæjarráði. Og það er spurning hvort að við gerum það núna og samþykkjum þessar tillögur sem voru lagðar fram eða hvort að við viljum ræða þetta eitthvað frekar í bæjarráði. Þannig að forseti, hvað viltu gera? What's it gonna be, boy? Þetta var erindið. Við getum allir bæjarráðsmenn eru hér. Við getum náttúrulega bara tekið reglurnar til sérstakar afgreiðslu hér. Tillögur bara. Það er bara skilningur bæjarstjórnar að taka undir tillögu í hvorri fundargerðinni er.
Já, eftir að hafa haft samráð við bæjarráðsmenn sem sátu þennan fund, þráttur að hafi bara verið bókakynnta viðmiðunarreglur frá Sambandi sveitarfélaga framlög til stjórnmálaflokka, þá metur forseti það svo að það hafi verið það sátt og að samþykkja þessar viðmiðunarreglur sem Samband íslenskra sveitarfélaga leggur fram, og til þess að láta þetta allri formfestu sér gætt, þá held ég að við ættum að taka fyrir þennan lið og greiðum hann atkvæði sérstaklega til þess að þessar reglur verði þá komnar fram eftir þennan fund. Ef enginn hreyfir andmælum við því, held ég að forseti leggi þá bara fram tillögu að við samþykkjum þessar viðmiðunarreglur framlög til stjórnmálaflokka sem að komu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þeir sem samþykkja þessar reglur beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11-0. Og þá eru það fundagerðirnar að öðru leyti. Þeir sem samþykkja fundagerðirnar frá 7. og 13. apríl eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11-0. Og þá er það næsti liður á dagskrá sem er fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 7. apríl, og þarna erum að ræða meðal annars samþykkt á ársreikningi innan stjórnar, en að því við erum með í lið nr. 6 ársreikning Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar, en við erum ekki með höfnina þar undir. Það fylgdi bara ársreikningur Reykjanesbæjar. Já, hann er inn í samstæðinni, en ef við erum að ræða hann eitthvað sérstaklega, þá held ég að við getum rætt hann hér stöðuna ef að einhver, vilt þú, herra bæjarstjóri, eitthvað fylgja því eftir eða? Stjórnin er bara búin að fjalla Já, við erum hérna með reikninginn og hann er auðvitað bara að sýna milljarði plús vegna niðurfellingu á þeirri skuld sem var til staðar við Bæjarsjóðs upp á rúma 3 milljarða, og þetta gerir það verkum að Reykjaneshöfnin er að sýna verulegan hagnað þó að eiginlega afkoma sé mínusafkoma upp á einhverja 50 milljónir, en öðru leyti held ég að höfnin standi bara ágætlega eftir allar það breytingar sem búið er að gera á efnahagsreikningi. Þannig að ég held að það sé ekki neitt hættulegt þarna á ferðinni, annað en það bara að höfnin eins og aðrir þurftu að uppfylla mikinn samdrátt í COVID-faraldri, þannig að koma út þá með kannski 50 milljónir í mínus er held ég bara ásættanlegt með þá stöðu sem uppi hefur verið. En orðið laust þessa fundagerð stjórn Reykjaneshafnar. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegur forseti, góðir fulltrúar gestir. Já, bara velta fyrir mér einmitt því sem að þú ert að, fyrirgefðu sem forseti var að leggja fram. Þetta með ársreikningin, það stendur í fundagerð stjórnarinnar að eftirfarandi var lagt til að stjórn Reykjaneshafnar samþykki ársreikningin með fyrirvörum að eftirgjöf skuldar hafnarinnar við Reykjanesbæ gangi eftir. Við náttúrulega hljótum að styðja þetta því að þetta er þvílíkur viðsnúningur í rekstri. Þarna er, 3 milljarðar, er þetta ekki? Jú, þetta er flott. Og vísar ársreikningum til samþykktar á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Þannig að þá er ég að spyrja, þetta er bara helstu niðurstöður rekstrarreiknings. Þetta er ekki ársreikningurinn sem er verið að leggja fram í þessu formi. Þannig að eigum við þá eftir að fá ársreikningin til að samþykja í bæjarstjórn eins og hérna bókunin segir. Þannig að þetta er bara spurningin. Býta hans. Já, það er einmitt þetta, Baldur, sem að bæjarfulltrúi Baldur, sem að forseti gerði athugasemd við að við fengum bara
ársreikning Reykjanesbæjar en ekki ársreikning Reykjaneshafnar undir þessum lið sem við erum að fara að ræða hérna á eftir. En ef við förum undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar, þá liggur ársreikningurinn þar, hann er tilbúinn þar. Þannig að við getum nálgast hann með því að fara bara undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Þannig að það sjáum við ársreikningin eins og hann liggur fyrir. Bæjarstjóri Geirsveit. Já, nei, ég ætlaði ekki að segja það. Þannig að reikningurinn liggur þar en við erum auðvitað að fara í umræðu hina fyrri báða þessa reikninga, bæði reikning bæjarins og síðan reikning hafnarinnar. En þarna náttúrulega bara eins og bæjarfulltrúi Baldur nefnir hér tilteknar í fundargerðinni sjálfri helstu niðurstöðutölur en bæjarfulltrúar geta opnað fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar og þá liggur ársreikningurinn þar. Þannig það á ekkert að vera því til fyrirstöðu að við getum tekið þennan reikning ef við viljum ræða hann eitthvað frekar af því að við eigum seinni umræðuna eftir. En við sjáum auðvitað niðurstöðutölunar, þær eru þarna. Hagnaðurinn er 3.026.000.000 en eftirgjöfin var 3.073.000.000 þannig að það var eitthvað sem var tekið af eftirgjöfinni sem var nýtt í að laga bókhaldið. Þannig að þetta er einhverjir 50 milljarðar sem eru í mínus á höfninni, svona eiginlegur mínus, milljónir fyrirgefiði. Þannig að það er hinn raunverulega staða. Þetta er náttúrulega bara skýrist fyrst og fremst af því að höfnin, væntar tekjur af höfninni urðu ekki eins háar eins og gert var ráð fyrir, bara meðal annars vegna þess að það var ekki verið að dælu flugvélabensíni á vélarnar og gerði það verkum að samdráttur tekna hjá höfninni var bara talsvert mikill. En ég held að þó að reikningurinn hafi ekki fylgt lið númer 7 þá geta bæjarfulltrúar nálgast reikningina undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. En orðið laust. Það hafa ekki fleiri hvassi hljóð undir þessu lið, þá bið ég bæjarfulltrúa að lýsa skoðun sinni á hvort þeir samþykki þessa fundargerð. Þeir sem samþykkja fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0 og þá er komið að lið númer 3 sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 12. apríl. Orðið laust og Guðný Birna Guðmundsdóttir gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, hljóðnemi. Já, mig langar að koma hér undir fundargerð lýðheilsuráðs frá 12. apríl síðastliðnum. Undir lið 3, samstarf við Krabbameinsfélag Íslands. Við höfum komið hérna og rætt áður í bæjarstjórn og fagna því að þingmenn frá Suðurnesjum hafa tekið upp þetta mál að rannsaka sérstaklega nýgengi krabbameina á Suðurnesjum. Og Krabbameinsfélagið sendi hérna erindi í janúar þar sem þau samþykktu að rannsaka sérstaklega nýgengi krabbameina, ný tilfelli krabbameina hér á svæðinu, þar sem ekki sé hægt að skýra, með leyfi forseta, þar sem ekki sé hægt að skýra hækka nýgengi á Suðurnesjum á tímabilinu 2009 til 2018 með tilviljunasveiflu einni saman. Það er að segja, tíðnin er of há til að vera tilviljanakennd. Þannig að hér stendur í lok bréfsins að Krabbameinsfélagið sé tilbúið að gera samning við heilbrigðisráðuneytið að rannsaka þetta krabbamein og bera saman við aðra staði á landinu ásamt mati á áhrifum hegðunartengdra áhættuþætta krabbameina og efnamengunar sem rekja má til veru Bandaríkjahers á Miðnesheiði. Ég fagna þessu og ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir hvað þetta er merkilegt að þetta hafi verið samþykkt og þetta sé að fara í gang. Að við getum þá, þetta er svona fyrsta skrefið að endurskoða lýðheilsuvísun okkar, þar sem að krabbamein og dauði af hjartaáföllum hjá ungum konum er margt hærra hér en annars staðar. Þannig að með því að rannsaka umhverfisþætti,
hvað í gangi í umhverfinu okkar og hvort það hefur áhrif á okkur, að þá allavega fáum við niðurstöðu varðandi það með þessari rannsókn. Þannig að þetta gífurlegt framfaraskref og vil ég bara koma aftur þakklæti til þingmannin okkar að hafa gripið þetta mál og komið því áfram. Og Krabbameinsfélaginu sömuleiðis. Takk. Halldóra Fríða Þórðardóttir Geirsvel. Forseti, aðrir viðstaddir. Ég fekk að sitja þennan fund og mér finnst gaman að segja frá því að á fundin mætti Ragnheiður Anna Jónsdóttir sem satt fundin í fyrsta sinn sem áheyrnarfulltrúi ungmennaráðs. Það var virkilega ánægjulegt að hafa fulltrúa ungmennaráðs með á fundinum. En svona aðeins til að stikla á stóru þá kom Hjörtur Magni Sigurðsson, verkefnastjóri Barnavæns sveitarfélags, á fundin og kynnti fyrir okkur innleiðingu verkefnisins ásamt því að fara yfir greinargerð stöðumat á Barnavænu sveitarfélagi í Reykjanesbæ og minntist þar sérstaklega á mikilvægi þess að innleiða verklag sem tryggir að ávallt sé lagt sérstakt mat á áhrif ákvarðana á börn í sveitarfélaginu. Því næst tók Ragnheiður Anna fulltrúi ungmennaráðs til máls og kynnti fjölbreytta starfsemi ráðsins og hún bent okkur á að þar ýmislegt sem á betur fara til að starfsemi þeirra ná að vera eins öflug og hugmyndir þeirra eru og mikilvægt fyrir okkur að eiga í ennþá meira samstarfi við þau til að efla starfsemina, meðal annars að fara í stefnumótun með þeim og greina betur hvernig hægt að styðja betur við ungt fólk í sveitarfélaginu. Síðan var það liðurinn samstarfi Krabbameinsfélagi sem bæjarfulltrúi Guðni Birna kom inn á hérna áðan, að það rétt lögð var fram þingsályktunartillaga rannsóknir á nýgengi krabbamein á Suðurnesjum, en rannsóknin lokið og búið að skoða 50 ára tímabil, en niðurstöðurnar verða kynntar betur fyrir okkur núna í ágúst þegar búið að vinna úr þessum gögnum. En það ýmislegt sem að bendir til mögulega jákvæðra niðurstöðurnar fyrir okkur út frá þeim áhyggjum sem við höfðum í upphafi. En ósnemmt að segja kannski alveg til það. Ásdís Ragna lýðheilsuráðgjafi fór síðan yfir heilsueflandi viðburði sem voru í maí og það virkilega ánægjulegt að sjá það sem verið að gera í þeim efnum og hún kynnti þar kennslu á útiæfingatæki í skrúðgarðinum sem mun fara fram núna 21. apríl þar sem þjálfarar frá Heilsuakademíu Keilis munu koma og kenna fólki á tækin og sýna einfaldar æfingar á milli klukkan 4 og 5. Þannig að við hvetjum bæjarbúa til að koma og prófa, allir velkomnir. Margrét Sandnes Geirsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mér langar bara að nefna varðandi rannsókn, varðandi krabbameinið og fagna því að rannsókna- og skráningarsetur Krabbameinsfélag Íslands tilbúið að taka þessa rannsókn að sér. En það sem að ég að undrast í þessu, sem að ég hélt að væri svona 103 menntaskóla lærdómur, að draga ekki ályktun áður en farið af stað, af því að þarna eru þeir að segja, eða það talað hér, með leyfi forseta, að það eigi að kanna rannsókn á nýgengnu krabbamein á Suðurnesjum í samanburði við aðra staði á landinu, sem vel, ásamt mati á áhrifum hegðuna tengdra áhættu þátta krabbameina og efnamengunar sem rekja má til veru Bandaríkjahers á Miðnesheiði. Við vitum, og hætti ég nú að lesa beint hér á bréfinu, þetta kemur frá mér. Við vitum og það hefur komið fram, að það einhver mengun og menn hafa verið hræddir að þetta sé að krabbameins nýgengi sé hærra hér út af því, en ég hefði nú haldið að það geti líka verið bara frá fluginu eða einhverjum öðrum umhverfisþáttum sem eru hér á Suðurnesjum. Þannig að það mjög sérstakt að gefa sér
að Bandaríkjaher, að þeim að kenna og það er ekki einu sinni þannig að við getum sótt á og látið á borga því að það var gert samkomulag þegar þeir fóru, varðandi hreinsun á svæði og fleira, að það væri ekki hægt að sækja neinar kröfur til þeirra, punktur. Þannig að þetta er ekki einu sinni það, þannig að það er náttúrulega skiptið máli þegar menn fara að stað í rannsókn að menn gefa sér ekki niðurstöðu áður en farið að stað. Þannig að mér finnst bara sjálfsagt og eðlilegt að það kæmi fram og ég veit að þessi frábæra stofnun sem Krabbameinsfélagið er með gerir þetta vel og ég bara þakka þeim fyrir að taka vel í þetta erindi. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Það hafa ekki fleiri kvart sér ljós. Margrét Þórarinsdóttir gerði svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mér langar að koma hérna undir lið 1 kynning á barnvænu sveitarfélagi. Mér finnst þetta alveg frábært verkefni og ég er alveg virkilega ánægð með að við skildum hafa bærinn okkar Reykjanesbær tekið þátt í þessu verkefni. Ég sjálf sitt í stýrihópi, þetta er búið að vera virkilega ánægjulegt samstarf og Hjörtur Magni Sigurðsson, hann á hrósi skil fyrir að hafa haldið mjög vel utan þennan hóp og þá vinnu sem hann er búinn að leggja í þetta verkefni. Og það verður virkilega gaman að sjá hvað kemur út úr þessu í lokin. Síðan langar mig aðeins að koma hérna samstarfi Krabbameinsfélag Íslands. Ég virkilega ánægð að Krabbameinsfélagið, þetta flotta félag, skuli ráðast í þessa vinnu og ég tel að það sé mikil þörf á því og loksins er þetta komið í gegn. Við höfum rætt þetta áður, oftar en einu sinni, ofta tvisvar hérna, þannig ég fagna því og hlakka til að sjá þessa skýrslu í lokin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá held ég að mælendaskrá sé þæmt undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð lýðræðisráðs frá 12. apríl eru beðin um geðmerki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er ágætur bæjarfulltrúi að koma að lið nr. 4 sem er fundargerð IT-ráðs frá 12. apríl. Og þar eru mál sem vert er að minnast á og ég forseti myndist á annað þeirra undir fundargerð bæjarráðs þar sem að bæjarráð frá 7. apríl vísaði málum til IT-ráðs til umsagnar og sem að Íþrótta- og tónlistarráð gerði á fundi sínu 12. Og þar er tekið undir þessa beiðni frá íþróttafélögunum 15 milljón króna styrk á Keflavík og 7,9 milljón króna styrk á Njarðvík og þar með málið að fara aftur til bæjarráðs í framhaldinu til endanlegrar afgreiðslu sem að kæmi þá svo síðan inn á næsta bæjarstjórnarfund. Síðan langar mig til að nefna mál 6 sem er nú beiðni frá sömu félögum um að aðganga sumarfólki til að vinna á grasvæðum félagana og mér skilst og eftir að hafa rætt við bæjarfulltrúa að vel hafi verið tekið þetta erindi á fundi bæjarráðs og það sé verið að horfa til þess að Keflavík fái 3 starfsmenn og Njarðvík fái 2. Bara árita það hér að þetta er eins og hitt verk í vinnslu og ég held að það þurfum enga sérstakrar afgreiðslu hér að öðru leyti en að það hafi bara verið tekið vel í erindi og þetta verið bara klárað. En orðið er laust fundargerðina. Það er engin sér kveðið. Nei, forseti, erindi kom frá bæjarráði en ekki frá bæjarstjórn, þannig það fer það bara aftur til baka frá IT-ráðinu áður en það kemur inn í bæjarstjórn. Ég held að við þurfum ekki að vera að vísa máli sem að ráði sjálft vísaði á nefnd eða á ráð og það þurfa að fara að hringi í staðan fyrir að fara tilbaka.
En þeir sem samþykkt geta fundargerð ríkisráðs eru beðin um að gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Og þá er komið að fundargerð velferðarráðs frá 13. apríl, orðalaust. Það er enginn sem að kveður sér ljós undir fundargerð velferðarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs eru beðin um að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að lið númer 6 sem er ársreikningur Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar 2021. Bæjarstjóri hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er nú lagður fram ársreikningur samstæðu Reykjanesbæjar fyrir árið 2021 og ætla ég að fara í gegnum helstu tölur og vísa í nokkra skýringar. Að því loknu ætla ég að nefna nokkuð verkefni sem unnið hefur verið að eða eru í vinnslu. Eins og fram kemur í skýringu 1 er starfsemi sveitarfélagsins skipt í A- og B-hluta. A-hluti er bæjarsjóður sem myndar samstæðu aðalsjóðs, eignasjóðs og umhverfismiðstöðvar og er alfarið fjármagnað með skatttekjum og þjónustu og eignartekjum. B-hluti inniheldur stofnanir og fyrirtæki í eigu sveitarfélagsins þar sem að Reykjanesbær á 50% eða meira og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Öll félög og stofnanir sem heyra undir B-hluta eru í 100% eigu sveitarfélagsins nema 1. En þau eru Fráveita Reykjanesbæjar, Framkvæmdasjóður aldraðra, Reykjaneshöfn, Eignarhaldsfélagið Fasteign ehf., Íslendingur ehf., Tjarnagata 12 ehf., Nesvellir hjúkrunarheimili, það er að segja Fasteign hjúkrunarheimilsins og Hljómahöll veitingar ehf. Og svo HS Veitur, en í HS Veitum á Reykjanesbær rétt rúman meirihluta eða 50,1%. Hér í salnum og á fundinum í dag eru auk mín þau Regína Guðmundsdóttir fjármálastjóri og Þorgeir Sæmundsson, deildarstjóri reikningshalds og þau eru tilbúin til þess að svara spurningum ef ég stranda. Að loknum umræðum hér í bæjarstjórn í dag munum við svo taka reikninginn á dagskrá bæjarráðs í næstu viku þar sem endurskoðendur Reykjanesbæjar munu meðal annars mæta með endurskoðunarskýrslu, þar að segja þann 28. apríl næstkomandi og reikningurinn kemur svo aftur fyrir bæjarstjórn til annarar umræðu og afgreiðslu þann 3. maí næstkomandi. Í skýrslu bæjarstjórnar og bæjarstjóra kemur meðal annars fram að ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskil aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstrartekjur samstæðu A- og B-hluta á árinu 2021 námu rúmlega 28 milljörðum. Það eru rúmlega 3 milljörðum meiri tekjur en árið 2020 og rúmum 4 milljörðum meiri tekjur en áætlun ársins gerði ráð fyrir. En vegna óvissu þróun og áhrif heimsfaraldurs COVID-19 voru tekjur varlega áætlaðar á síðasta ári. Tekjur A-hluta námu 21,8 milljarðar króna og hækkuðu 4,5 milljarða milli ára. Eins og fram kemur í rekstrarreikningi munar þar mest reiknaða tekjufærslu vegna endurfjármögnunar skulda eignarhaldsfélagsins Fasteignar upp á rúma 3,5 milljarða sem lesa má nánar í skýringu 21. En þar segir meðal annars, með leyfi forseta, á fyrrihluta árs 2021 náðist að klára fjármögnun til að Reykjanesbær gæti leyst til sín eignir eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf. Sem Reykjanesbær hefur leigt frá árinu 2003. Samkvæmt leigusamningnum er að ræða 31 fasteign þar sem rekstur skóla, leikskóla, æskulýðs- og íþróttastarfs, tónlistarskóla og fleira fer fram. Í kjölfarið var leigusamningi sagt upp frá og með 1. apríl 2021 og skuldbinding leyst upp
á leigðum eignum og við það myndast tekjufærsla að upphæð 3,5 milljarðar sem tekjufærð á rekstur. Tilvitnun lýkur. Laun og launatengd gjöld í samanteknum rekstrarreikningi námu 11,5 milljarði króna sem rúmlega 200 milljónum yfir áætlun en starfsmannafjöldi nam í árslok 2021 alls 1113 stöðugildum. Eins og fram kemur í skýringu 25 eru það aðalega 3 þættir sem skýra hærri launakostnað. Fyrst skal nefna hlut Reykjanesbæjar á móti framlagi ríkisins í gegnum átaksverkefni Vinnumálastofnunar til fjölgun og störfum í miklu atvinnuleysi. Leiðir og markhópar voru margvíslegir og báru átaksverkefnin yfirskriftir á borðið námsmanna átak, hefjum störf og atvinnu með ráðningarstyrk, svo dæmi séu tekin. Önnur skýring eru mikil forföll og veikindi vegna heimsfaraldurs COVID-19 ásamt breytingum á vaktakerfum og mönnun til að koma til móts við samkomutakmarkanir sem voru í gildi. Langtíma veikindi hafa einnig verið með mesta móti árinu 2021 hjá starfsmönnum sveitarfélagsins. Þriðja stóra skýringin á hærri launakostnaði svo sú staðreynd að þrátt fyrir markmið og fullyrðingar að styttingu vinnuvikunar hjá starfsmönnum í vaktavinnu ætti ekki að fylgja aukinn launakostnaður hefur það samt orðið raunin. Til viðbótar þessu verður ekki hjá því komist að nefna rúmlega 800 milljón króna hækkun lífeyrisskuldbindinga á milli ára í rekstrarreikningi sem lesa má nánar í skýringu 17 skuldbindingar. Rekstrarniðurstaða A-hluta bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 3,5 milljarð en að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða rekstrarniðurstaða A-hlutans jákvæð 2,1 milljarð króna. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi samstæða á B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam rúmum 4,9 milljörðum. Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða var niðurstaðan jákvæð 317 milljónir króna. Í upphaflegri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 var hins vegar gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu í samanteknum ársreikningi samstæðunnar tæpa 2 milljarða og nemur því jákvætt frávik frá henni rúmum 2 milljörðum króna. Þetta má lesa nánar í skýringu 27. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi samstæðunnar námu rúmum 73 milljörðum króna og heildareignir bæjarsjóðs rúmum 40 milljörðum í árslok 2021. Heildarskuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi samstæðu A- og B-hluta námu rúmum 45 milljörðum en A-hluta bæjarsjóðs 28 milljörðum í árslok 2021. Eigið fé í samanteknum ársreikningi A- og B-hluta, það munurinn á eignum og skuldum, nemur því rúmum 28 milljörðum og eigið fé A-hluta bæjarsjóðs 12,5 milljarði í árslok 2021. Og íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2021 var 20.380 og fjölgaði íbúum 704 eða 3,58% frá árinu 2020. Í skýringu 25 fjallað fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunnar ásamt umfjöllun áhrif heimsfaraldurs COVID-19 á rekstur sveitarfélagsins. Í yfirlitum sjóðstreymi má meðal annars sjá fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum upp á 1,4 milljarða, lántöku upp á 4,7 milljarða vegna áðurnefndrar endurfjármögnunar eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf. Og samhliða því lækkun leiguskuldbindinga tæpa 9 milljarða króna. Með þessu lýkur tæplega 20 ára vegferð eignarhaldsfélagsins Fasteignar og eignir sem Reykjanesbær seldi félaginu á sínu tíma eru nú að fullkomnar á ný í eigu sveitarfélagsins. Þegar ég lít tilbaka yfir fariveg til ársins 2014 hefur margt jákvætt gerst í fjármálum Reykjanesbæjar. Það má fyrst og fremst þakka góðri samstöðu í bæjarstjórn bæði þessari og fyrri, mikill og góðri vinnu stjórnenda, starfsmanna og ráðgjafa við endurskipulagningu efnahags Reykjanesbæjar og síðast en ekki síst góðum skilningi og þolinmæði bæjarbúa sem tók á sig tímabundið hærri álögur 3 ára skeið. Á meðal þess sem vert að nefna
á tímabilinu 2014 til 2021 hafa eignir A-hluta bæjarsjóðs, það er fastafjármunir og veltufjármunir, vaxið 56% á verðlagi hvers árs, en skuldir og skuldbindingar 17,7%. Þetta þýðir að eigið fé bæjarsjóðs hefur vaxið 580% eða úr 2,1 milljarði árið 2014 í 12,5 milljarði í árslok 2021, aftur á verðlagi hvers árs, og skuldaviðmið A-hlutans lækkað úr 228% í 102. Eignir samstæðunnar, það er A-hluta bæjarsjóðs og þeirra B-hlutastofnana sem Reykjanesbær á helming eða meirihluta í, hafa á sama tíma, það er á síðustu 8 árum, vaxið 52% á verðlagi hvers árs eða úr 48 milljörðum árið 2014 í 73,6 milljarða í árslok 2021. Skuldaviðmið samstæðunnar hefur á sama tíma lækkað úr 228% í 120. Samanlögð rekstrarafkoma A-hluta bæjarsjóðs á árunum 2014 til 2021, enn og aftur á verðlagi hvers árs og fyrir óreglulega liði, er jákvæð sem nemur 7,2 milljörðum á tímabilinu, en að teknu tilliti til óreglulegra liða, eins og þeirra sem hér hafa verið nefndir, er jákvæð afkoma á tímabilinu rúmir 11 milljarðar. Þetta er að mati margra, meðal annars eftirlitsnefnda sveitarfélaga, góður árangur og viðsnúningur sem vert er að vekja athygli á. Á undanförnum árum höfum við tekið upp það verklag að gera starfsáætlanir fyrir helstu svið og stofnanir fyrir komandi ár ásamt ársskýrslu liðins árs. Það er ekki bara ótrúlega gaman að lesa metnaðarfullar fyrirætlanir stjórnenda og starfsmanna á komandi ári, heldur einnig einstaklega ánægjulegt að lesa í ársskýrslum hvernig til hefur tekist á liðnu ári. Hér á eftir ætla ég að minnast á nokkur atriði úr þessari vinnu. Það hefur margt fleira breyst til betri vegar en fjármál. Starfsmönnum hefur ekki bara fjölgað, heldur hefur menntun þeirra og færni líka batnað. Innleiðing stefnumörkunarinnar í krafti fjölbreytileikans gengur samkvæmt áætlun, en í henni setti bæjarstjórn í árslok 2014 fram framtíðarsýn, 6 megináherslur og 3 gildi sem gildir til ársins 2030 og við starfsmenn Reykjanesbæjar vinnum nú að því að innleiða í samstarfi bæjarstjórn á hverjum tíma. Stefnuáherslurnar 6 eru börnin mikilvægust, vellíðan íbúa, fjölbreytt störf, skilvirk þjónusta, kraftur fjölbreytileikans og vistvænt samfélag, og á öll starfsemi Reykjanesbæjar að styðjast við eina eða fleiri af þessum 6 megináherslum. Hér á eftir ætla ég að nefna nokkur verkefni sem falla undir hverja þessara 6 meginstefnumiða. Skilvirk þjónusta. Byrjum á því. Vinna við gerð gæðakerfi samkvæmt ISO-staðli 9001 er dæmi verkefni sem styður við stefnuáætlunina skilvirka þjónustu. Ritun gæðakerfisins hefur gengið vel og nú fyrir stuttu fagnaði verkefnastjóri gæðamála því að vera búin að skjalfesta yfir 100 verklagsreglur í kerfinu. Á sama tíma höfum við innleitt aðferðafræði verkefnastjórnunar og teymisvinnu á fjölmörgum sviðum á meðal stjórnenda, meðal annars undir forystu Súlunar verkefnastofu, sem og notkun nýrra upplýsingakerfa á borð við Power BI sem veita kjörnum fulltrúum, stjórnendum og starfsmönnum aðgang að miklu betri upplýsingum en áður var mögulegt. Allt eru þetta liðir í því að auka skilvirkni og bæta þjónustu, bæði inn á við og til íbúa. Heimsfaraldur COVID-19 hefur einnig haft jákvæð áhrif á þróun og notkun margs konar hóp- og fjarvinnukerfa á borð við Microsoft Teams og fleiri. Nú er markvisst unnið í samvinnu við fleiri sveitarfélög að því að bæta stafræna þjónustu sveitarfélaga í samstarfi við ríkið með það að markmiði að gera íbúum kleift að afla sér betri upplýsinga og afgreiða sér sjálfur á netinu á öruggari hátt og á skemmri tíma en áður var mögulegt. Börnin mikilvægust. Ný menntastefna var samþykkt á síðasta ári og ber yfirskriftina með opnum hug og gleði í hjarta og er meginmarkmið hennar að skapa öllum börnum og ungmennum í Reykjanesbæ öruggt og hvetjandi umhverfi þannig að þeim líði vel, þau hafi tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra með opnum hug og gleði í hjarta.
Unnið markvisst að því að fjölga plássum í leik- og grunnskólum en reynst hefur mikil áskorun að halda í við gríðarlega fjölgun barna á leik- og grunnskólaaldri. Bygging Stapaskóla gengur samkvæmt áætlun og nú unnið að undirbúningi byggingu 3 nýrra leikskóla við Stapaskóla í Hlíðahverfi og í Dalshverfi 3. Tilraun sem verið hefur í gangi í vetur með svokallaðan frístundastrætó hefur gengið vel og veruleg hækkun hvatagreiðslna til barna 18 ára og yngri hefur skilað sér í meiri þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi ásamt verkefninu Allir með, ekki síst þeirra sem eru af erlendum uppruna. Og ekki má gleyma innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem miðar að því að gera Reykjanesbæ að því sem kallað barnvænt sveitarfélag. Í samstarfi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Keili, miðstöð vísindafræði og atvinnulífs, hefur verið í gangi tilraun þar sem boðið er upp á nám í leikskólakennarafræðum fyrir ófaglært starfsfólk leikskóla með marktæka reynslu í þeim störfum og má fullyrða að mikil ánægja hefur ríkt með þennan valkost sem vonandi verður í boði áfram. Einnig er í undirbúningi átaka frumkvæði Reykjanesbæjar í menntun ófaglærs starfsfólks í leik- og grunnskólum í samvinnu við miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Saman hafa velferðarsvið og fræðslusvið í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og fleiri ríkisstofnanir unnið að innleiðingu farsældarlaganna svokölluðu sem samþykkt voru á síðasta ári og fela í sig samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem miðar að því að tryggja börnum og aðstandendur þeirra snemmtækan og samþættan stuðning þvert á kerfi. Markmiðið er að láta mismunandi hluta kerfisins tala betur saman þannig að barnið verði hjarta í kerfinu. Lögin taka til allra þjónustu innan leik-, grunn- og framhaldsskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöða. Þá er það stefnuáherslan vistvænt samfélag. Undir stefnuáhersluninni vistvænt samfélag er nú unnið að gerð fyrstu sjálfbærniskýrslu Reykjanesbæjar sem ætlunin var að hafa tilbúna samhliða framlagningu ársreiknings hér í dag en af ýmsum ástæðum hefur svo vinna tafist meðal annars vegna skorts á upplýsingum og niðurstöðu mælinga frá þriðja aðila sem ýmsa þætti sem lúta að frammistöðu okkar í umhverfismálum. Vonandi tekst okkur að leggja þessa skýrslu fram á allra næstu dögum í mesta lagi vikum. Suðurnesjavettvangur er heiti á samstarfi sveitarfélaganna á Suðurnesjum, sveitarfélaga og sambandsins líka, Isavia, Katugó og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og margvísleg verkefni sem lúta aukinni sjálfbærni svæðisins og hraðari innleiðingu hringrásarhagkerfis. Vellíðan íbúa. Frumhönnun í 60 rúma hjúkrunarheimilis við Njarðarvelli er vel á veg komin og stefnt að fyrstu skóflustungu mánaðamótin apríl-maí. Ný heilsugæslustöð er í undirbúningi og hefur verið valinn staður í innri Njarðvík. Undirbúningur verkefnisins hefur tekið lengri tíma en upphaflega var áætlað, þar sem ákveðið var að stækka húsið og gera þar ráð fyrir meiri þjónustu á vegum HSS en upphaflega var talað um. Aðventugarðurinn sem settur voru á laggirnar árið 2020 hefur slegið í gegn og nýjasta afsprengja hans var skautasvell í skrúðgarðinum sem gekk vel í vetur og ég veit ekki annað en að sé komið til með að vera. Nú er stefnt að því að halda ljósanótt í fullri stærð í byrjun september eftir 2 ára hlé vegna heimsfaraldurs COVID-19. Unnið hefur verið að ritun 4. og síðasta bindi sögu Keflavíkur 1949 til 1994 og er von á fyrstu eintökunum og prentun á næstu dögum. En eins og glöggir bæjarfulltrúar muna, þá var líka ætlunin að nýta kosti þess að geta gert söguna meira lifandi á netinu og er undirbúningur þess verkefnis hafinn. Á því formi verður, þegar þar að kemur, hægt að skoða myndbönd og hlusta á viðtöl auk margvíslegra annarra atriða sem sá miðill, þar að segja netið, býður umfram prentaða bók. Þá hefur ýmislegt verið gert til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar í Reykjanesbæ. Nýr gervigrasvöllur var tekin í notkun á síðasta ári vestan Reykjaneshallar, ný bardagahöll í upphafi kjörtímabils, ný innistaða fyrir golfklúbbinn, ný innistaða fyrir Bortennisvilla Reykjanesbæjar sem er nýtt félag, ný rennibraut og stórbætt aðstaða svo sem gufubað og heiti pottar í sundmiðstöðinni við Sunnubraut og fleira mætti nefna. Nú þá er það stefnu áherslan fjölbreytt störf.
Skipulagning nærsvæðis Keflavíkurflugvallar er annað verkefni sem vert er að nefna, en það er unnið í samstarfi Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Kadeco sem fer þar fyrir hönd landeigandans sem er ríkið. Öflugt fjölþjóðlegt teymi færustu sérfræðinga vinnur nú í samstarfi við okkur að gerð skipulag sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri sem í því felast að vera með óskipulagt og óbyggt land í næsta nágrenni við alþjóðaflugvöll. Skipasmíðastöð Njarðvíkur vinnur að því að setja upp nýja þurrkví sem kallar á byggingu nýs sjóvarnargarðs sem aftur kallar á þann möguleika sem dómsmálaráðuneytið og Landhelgisgæslan er að skoða núna í samstarfi við okkur að skipastóll Landhelgisgæslunnar eignist nýja heimahöfn í Njarðvík. Þá má nefna undir þessari stefnuáherslu gríðarlega uppbyggingu Isavia við Leifsstöð, áform World Class hótel og líkamsræktarstöð á Fitjum, margvíslegar hugmyndir uppbyggingu og nýtt hlutverk húsa sem áður átti að hýsa Kerskála Norðuráls í Helguvík og margt fleira. Síðast en ekki síst vil ég nefna stefnuáhersluna kraft fjölbreytileikans, en fjölbreytileikinn í okkar samfélagi birtist í mörgum myndum og hann þurfum við að nýta. Ekki bara birtist hann í þeirri staðreynd að rúmur fjórðungur íbúa er af erlendu bergi og í Reykjanesbæ býr fólk af rúmlega 90 þjóðernum, heldur einnig í trúmálum, kynræði, listum, menningu, íþróttum og svo mætti lengi telja. Við þurfum til dæmis að gera miklu betur sem samfélag þegar kemur á því að skapa atvinnu og virkniúrræði fyrir fólk sem af ýmsum ástæðum er með skerta starfsgetu. Fyrir utan þessar aðgerðir og verkefni blasa svo við okkur margs konar aðrar áskoranir. Má þar meðal annars nefna viðgerðir og lagfæringar fasteigna þar sem komið hefur í ljós mygla. Við það má bæta að grunur rakaskemmdir hefur komið fram á fleiri stöðum. Bregðast þarf við slíkum grun af yfirvegun og í samráði við færustu sérfræðinga sem fullyrða meðal annars að rakaskemmdir megi líklega finna í einhverju mæli í öllum húsum, enda hafa þær viðgengist hér á landi sem annars staðar í aldir en að fólk finni mismikið fyrir þeim. Sumir lítið eða ekkert, aðrir mikið og allt þar á milli. Okkar stefna er hins vegar svo að hafa allt upp á borðum, viðurkenna og greina vandann eins og hægt er og bregðast við á þann máta sem talin er henta hverju sinni ef þess þarf. Allt frá því að loka einstökum rýmum yfir í að færa alla starfsemi í annan stað. Önnur áskorun sem blasir við okkur núna eru jarðhræringar hér á Reykjanesi sem ná langt að hafa út eftir Reykjaneshrygg og ef marka má fullyrðingar sérfræðinga í fréttum í gær gætu leitt til eldgoss með afleiðingu fyrir allt suðvesturhorn landsins. Ég læt þér staðan mér í að tína upp áskoranir. En að lokum, ágætu bæjarfulltrúar, forseti, ég hef hér farið yfir helstu atriði framlags ársreiknings 2021 ásamt yfirliti yfir þróun okkar hagstærða síðustu 8 ára, mikla íbúafjölgun og stiklað á stórum verkefni í vinnslu. Ég hefði getað nefnt fleiri þætti, svo sem mikið starf almannavarnasviðinu og neyðarstjórnar í tengslum við heimsfaraldur og jarðhræringar og síðar eldgos í Geldingadölum, en ætla ekki að fara nánar út í það. Að mínu mati er framtíð Reykjanesbæjar björt og full ástæða til bjartsýni. Íbúum fjölgar hratt, ný atvinnutæki að verða til, fjárhagsleg staða mun betri og mannlíf í blóma. Ef fer fram sem horfir og engir óvæntir ytri atburðir, hérlendis eða erlendis, trufla, ætti ekkert að standa í vegi fyrir því að þessi jákvæða þróun haldi áfram. Ég vona að þið, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, séu einhvers vísari og hlakka til að taka þátt í umræðum og samstarfi við ykkur öll þessi mál á næstu dögum og vikum. Virðulegur forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir þessa yfirferð. Ríkharður Hreinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þó ég fagni því vissulega að bæjarsjóður sé að skila jákvæðri niðurstöðu, þá velti ég samt fyrir mér að áætlaðar tekjur eru vanáætlaðar tæpa 6 milljarða sem að mér finnst svona töluvert vel í lagt og óvenjulegt kannski að sjá í ásetningum.
Á síðasta ári þá vorum við svona nokkurn veginn nálægt þessu held ég, ef mér rekur rétt minni til, en hljópa á einhverjum milljörðum bæði 2018 og 2019. Þannig að ég svona kannski vil koma þessari spurningu á framfæri, er ekki óeðlilegt að við séum að vanáætla tekjur upp á hartnar 6 milljarða. Takk fyrir. Svarar. Já, bara nema því fleiri spurningar. Valdi Guðmundsson, Gersvall. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það er stórfurðulegt að vera að koma hérna upp og kvart undan því að hérna það hafi vantað aðeins upp á áætlanagerðina með smekkfulla vasa peningum eftir þetta ár. En bæjarstjóri minntist að þetta væri svona uppgjör síðustu 8 ára en tók púlsinn á reikningi 2014. Það er semst 7 ár. Ef ég lít á reikningin frá 2013, frá fyrir 8 árum síðan, þá voru tölurnar þannig að við vorum með ríflega helmingi minni skatttekjur. Við vorum með tæpa 6 milljarða í skatttekjur, þannig að skatttekjurnar hafa ríflega tvöfaldast. Laun og launatengd gjöld voru um 4 milljarða, eru núna 10 milljarða, þannig að það er 2,5 í margföldun þar. Og síðan var það sem að ég bara datt að eigið fé frá 2014. Það var nefnt hérna að þá var það 2 milljarðar, en voru 7 milljarðar árið áður. Og það var ákveðin ástæða fyrir því að það töldum að það væri ekkert verðmæti í svokölluðum magnumabréfum, þannig að þetta var fært niður. En þessi bréf komu síðan tilbaka. Þannig að sá samanburður finnst mér eiginlega óeðlilegur að taka eigið fé þegar búið að downgreita eignir bæjarins og taka svo með af stöðun í dag þegar búið að taka þetta inn aftur. Ég vonaði fylgið því sem ég er að tala um. Já, þannig að ef að þessu verður haldið fram þá ger ég allavega athugasemdir við þetta. Vissulega ánægjuefni, við erum í plús, en það er líka leikur á tölum. Við erum í þanniglega bullandi mínus, alls konar ástand, en við erum líka með svakalega mikið af tekjum sem að streyma inn til okkar og hafa aldrei verið fleiri og bara við byggumst alls ekki við þessu. Það er bara nokkuð ljóst að það munar 1,5 milljarði bara í skatttekjum. Jafnvel 1700 milljónir, fyrir ekki. Maður bara næri kjötunum allar þessar tölur. En þetta var það sem ég vildi haft sagt. Bæjarstjóri, viltu bregðast við? Já, bara endilega. Bara að þakka bæjarfulltrúum Ríkarði og Baldri fyrir þessar vangaveltur og spurningar. Það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúum Ríkarði að við höfum haft á stefnu undanfarin ár að áætla tekjur varlega. Af hverju? Vegna þess að áður þá var þetta á hinn megin að tekjur voru áætlaðar ríflega en þær áætlanir stóðust því miður ekki alltaf og kannski sjaldnast. Og við tókum þá ákvörðun að gera þetta með þessum hætti eftir til dæmis samráð við eftirlitsnefnd með fjármála- og sveitarfélaga og kjörtímabilinu 2014-18 að áætla tekjur varlega. En þetta var kannski fullvarlega áætlað, en það gerðu menn ekki kannski ráð fyrir jafn miklum stuðningi ríkisins við
fjölgun atvinnutækifæra á síðasta ári eins og raunin varð síðan sem skilaði sér svo aftur í hærra útsvari til Reykjanesbæjar og annarra sveitarfélaga heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. En ég vil líka minna á þennan 3,5 milljarð sem reiknistærð í þessum tekjulið okkar, tekjumegin. Þannig að það svona skýrir þetta að miklu leyti líka. En bara fínar athugasemdir frá þér, Baldur, takk fyrir og þessu verður ekkert haldið fram neitt meira. Þetta voru bara mínar vangaveltur þegar ég var að fara 7 eða 8 ár aftur í tíman. 7 ár, rétt ábending, og við gerum ekkert meira með það, sko. Þetta er þetta allt á verðlagi hvers árs eins og ég marg tók fram og í rauninni bara leikur á tölum. En gaman að skoða, ég er mjög gaman að skoða þetta. Takk. Margrét Sandís Geirsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Já, við getum fagnað því að við erum í plús í niðurstöðutölu, en það er ýmislegt sem að veldur því, svo sem að þetta eru bókhaldslegar færslur sem eru tekið upp á 3,5 milljarð og svo framvegis. En varðandi það að vera nákvæmur í áætlun, að þá get ég fallist á það að vera og sérstaklega áætla varlega í útgjaldahliðinni til þess einmitt að hafa borð fyrir báru ef það þarf að bregðast við. En það væri nú búið að reka margan fjármálastjóran, að því að þó þetta sé öðruvísi hjá sveitarfélögum heldur en venjulegum fyrirtækjum. En ef fjármálastjóri bæri ábyrgð á fjárhagsáætlunin sem við gerum hér, þá væri nú ekki allir í starfi með svona áætlanagerð. En það sem að við setjum mest út á er kannski áætlanagerðin þegar að, og einmitt út af því að tekjurnar eru hærri, þá eru menn allt árið að samþykkja auka útgjöld sem að hægt hefði verið að samþykkja í fjárhagsáætluninni. Og þá verða aðilar í bæjarstjórn með miklu betri yfirsýn. Það er líka ekki gott og ekki góður, þrátt fyrir góða skýrslu bæjarstjóra, að þá er orðið dálítið þreytandi þetta að þið settu bæinn á hausinn, þetta var svo hræðilegt, þetta er svo gott hjá okkur og svona. Þetta er einhverjum svona frasar af því að þið megið eiga það sem þið eigið. Og það er aðalmálið. Það er sjóðstreymið. Það er bara handbært fé. Þar má alveg gagnrýna þann meirihluta sem var. Sjóðstreymi var ekki í lagi. Að öðru leyti eru þetta upphrópanir sem það stendur ekki steini við steini í þeirri umræðu. Akkur getum við ekki frekar tekið umræðu og við getum alveg viðurkennt og bara hrósum ykkur fyrir ákveðið, en við erum að gagnrýna ykkur fyrir að koma alltaf með einhverja tölur sem passa bara ekki. Hvort sem þið taki niður eins og Baldur réttilega nefndi svokölluð magmabréf sem eru bréf sem eru gefin út af sölu í HS Orku til dæmis. Þannig að það er bara gott að taka umræðu þessi mál. Ég held að séum öll sammála sem eru núna sest og tala nú ekki núna í framboði til sveitarstjórnar fyrir næstu kosningar, að við viljum stíga varlega til jarðar. Við erum væntanlega öll framboðin og ég á von á því búin að reikna í hörgul kostnað, hvernig á að borga fyrir það, og þegar að við gerum ekkert annað en að lesa úr tölum og passa upp á tölur og vera með þessi ráðgjöf til fyrirtækja hvernig á að fara með peninga, þá hljótum við að hafa vit á því að stíga varlega til jarðar. En aftur, mér finnst ástæða til að koma hérna upp, af því að ég er orðin dálítið þreytt á því að heyra þetta, að bærinn hafi verið á hausnum, að við fengum 5 milljarða, það er búið að koma því inn í bækurnar, og eins líka, við skulum átta okkur á þessum rosalegu tekjum sem hafa dælst inn, og það gerist ekkert að sjálfu sér. Fórum menn og geist til að byggja upp Dalshverfið, fórum menn og geist til að hafa lóðirnar tilbúnar.
Ég held við höfum farið svipað að og Hafnarfjörður og Kópavogur gerðu áður. Það er mjög athyglisvert ef að menn skoða ársreikninga og skuldaviðmið og fleira hjá Hafnarfirði og Kópavogi á uppbyggingaskeiðinu og hvernig þau skuldaviðmið voru og hvernig tekjurnar skiluðu sér. En það segir okkur það að stærri sveitarfélög hafa betri möguleika til að reka sig og standa undir þeim skuldbindingum sem ríkið er að krefast af okkur, því að minni sveitarfélög og lægri tekjur, þær bara duga ekki. Og ef vel er haldið á spilunum, þá getum við búið til frábært sveitarfélag og verið samt með mikla ráðdeild í rekstri. Takk. Já, og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla að leyfa mér að segja nokkur orðum reikningin eins og hann birtist mér núna og ég tek bara undir þessi orð sem að hafa hér verið látin falla að þarna að ræða bókaslega færslur sem að gerða að verkum að reikningurinn er í plús. Það er bara þannig og við skulum ekkert vera fara neitt í grafgötu með það. Það koma þarna 3,5 milljarðar við endurmat á virði fasteignanna sem að voru í fasteign. Við borguðum fyrir það bara með því að greiða upp lánin sem voru ákveðlandi en megum ekki taka þetta inn í bækurnar nema á raunvirði og raunvirðið var meira heldur en ákveðlandi lán og við það myndast þessi tekjufærsla sem að er að gera það verkum að reikningurinn er í plús. Og ef við bara hugsum þetta bara svona létt, 3,5 milljarður í tekjufærslu, en niðurstaðið upp á 2,1, þá vantar 1.400 milljónir. Og af því nokkur 100 milljónir til viðbótar sem að var lífeyrisgreiðslur sem að við hefum ekki gert ráð fyrir og enginn gat séð fyrir. Við fáum þetta bara beint í andlitið án þess að það hafi enginn geta séð þetta fyrir. Það er bara einhverju tryggingastarfræðingar sem eru að leika sér og hafa að vinna því að reikna svona hluti. Og ég held að það hafi verið að frumkvæði fjármálaráðherra sem var farið inn á útreikning og það eru mörg sveitarfélög bara skjálfandi núna út af þessu. Þau eru að fá 100 milljónir í hausinn í lífeyrisskuldbindingar vegna endurmats á lífaldri og þetta gerir það bara verkum að mörg sveitarfélög fá bara þetta í fangið núna. En þannig að við erum með eiginlegan mínus á sveitarfélaginu og þá spyrir maður, er það ásættanlegt? Já, ætla ég að segja. Ég held að það sé ásættanlegt að sveitarfélagi sem að brást við í þessu COVID-rugli öllu saman með 25% atvinnuleysi hafi náð að fara í gegnum þetta COVID-ástand með aðeins einn rekstrarreikning í mínus. Það finnst mér, held ég bara, fjandi gott að staðan sé þessi. Á þess að ég ætla eitthvað að fara að pæla í fortíð eða framtíð, þá held ég að við bara við vorum mjög áfram að láta þetta atvinnuleysi ekki bitna á fólkinu okkar. Við gerum allt sem við gátum til þess að taka fólk á launaskrá og setja verðlauninu. Það bjó til útgjöld, vissulega. Þannig var bara staðan og það að við skildum ekki geta reiknað, nei, við vissum ekki þetta endurmat upp á 3,5 milljarð. Við gerðum okkur heldur ekki grein fyrir því að COVID myndi bara deyja bara allt í einu. Við vissum það bara ekki neitt. Þegar við vorum að glíma við fjárhagsáætlun haustið 2020, þegar allt var í raskati, í raun og veru, í samfélaginu. Það vissi það enginn hvernig þetta myndi fara. En það var áætlunin upp á 2,4 í mínus. Þannig var þetta bara. Og við erum auðvitað, ég verð að segja það að hafandi verið tekin í bakaríið að eftirlitsnefnd með fjármálasveitarfélaga, hún bara þarf ekkert við okkur að tala í bæjarsjóður í dag með 102% skuldaviðmið. 102%. Og samstæða með 120. Viðmiðunarmörkin eru 150. Þannig að við erum bara í góðum gír. Þannig að ég held að við
megum bara sátt við una í stöðunni eins og hún að sveitarfélagið upp á við á nýjan leik, flugvöllurinn að opna, ferðamennirnir að koma og þetta alltaf hjálpa okkur. Þannig að ég held að við getum bara verið glöð í sinni yfir stöðinni. Mér langar að nefna samt 2 mál sem að mér finnst vera aðkallandi. Nú ég svona á leiðinni út og mér langar að nefna 2 mál sem að ég held að það sé rétt að hafa áhyggjur af. Það hversu hár launakostnaður að verði á sveitarfélögunum, bara almennt, ekki bara í okkur, heldur öllum. Við sjáum núna launakostnaður okkar vera í kringum 55%. Með lífeyrisskuldbindingum þetta í 60%. 60% af öllu því sem kemur inn í sveitarsjóð, það fer beint út í laun. Auðvitað vitum við að vera að borga fólki laun til að sinna ákveðinni þjónustu. En þá bara 40% eftir, sjáum við. Það ekkert langt síðan að launakostnaður var bara í kringum 50%. Og Haraldur Líndal, fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, ráðgjafi í fjármálum sveitarfélaga, hann hefur bent á þetta og bara það bara verið að semja vinnutímastyttingu eins og bæjarstjóri nefndi hér. Betri vinnutíma þetta kallað fyrir vaktavinnufólk. Þetta kostar bara peninga. Og þannig að launakostnaður sem hlutfall af öðrum kostnaði bara að hækka. Það gera bara verkum að það verður bara erfiðara fyrir sveitarfélögin að reka sig. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að fólk þarf bara að horfa til. Að vera með 60% í launaútgjöld bara mjög þungt. Mjög þungt til framtíðar. Að detta út 10% ef að sveitarfélagar að velta 20 milljörðum frá 50 upp í 60%. Ef að detta út 10% af 20 milljörðum, þá sjáum við það. Það eru 2 milljarðar sem eru farnir sem annars hefði verið hægt að nota og nýta í eitthvað annað. Þannig að þetta málefni sem þarf að horfa til. Mér langar líka að nefna atriði sem að kemur í skýringu 21, held ég að verið. Af því að við erum nú búin að vera öll saman í því að skuldbreyta hjá sveitarfélaginu, taka til okkar eignirnar sem lágu inn í fasteign í staðinn fyrir að borga leigu af þeim, að færa það bara inn til okkar og við borgum þá bara vexti í staðinn og við endurfjármögnuðum og fengum betri vexti, betri kjör og við erum búin að lækka vaxtagreiðslu núna milli þessa ársreiknings og síðast 100 milljónir. 100 milljónir. Þrátt fyrir að þessi aukin verðbólga. Þá staðan þessi. Þessi aðgerð ein og sér breytti stöðunni þannig að við höfðum 100 milljónir auka til ráðstöfunar. Það hjálpa til. En mér langar að benda á í lið númer 21. Það verið að nefna 2 hús sem við erum ennþá með á leigu, sem voru ekkert inn í fasteign. Íþróttahús Reykjaneshöll og Njarðarvelli 4 sem Nesvellir. Og ef þið skoðið þetta, þið sjáið að við erum að borga þetta tæplega 150 milljónir á ári í húsalegu fyrir þessi 2 hús. Og þau eru metin annað á 785 milljónir, hitt á 704 milljónir. Og þegar að samningurinn búinn, þá eigum við ekki neitt í þessum húsum. Við erum búin að vera með Reykjaneshöllinu í leigu í áratugi. Við erum alltaf að borga þessa peninga. Þarna tækifæri. Ég held að það bara sýnir sig þarna og það sýndi sig gegnum fasteign. Þetta ekki, held ég, rétt leið að fara þessa leiguleið þó að við í sakleysi okkar hafum talið okkur trú það að það gæti gengið upp. En þarna eru bara stóri peningar sem við erum að borga í húsalegu bara á 2 eignum. 150 milljónir á ári. Ég held að ný sveitarstjórn ætti að skoða möguleikana því að bara kaupa þessar eignir og eiga þá allar þær eignir sem við erum að nýta undir þjónustu við íbúin okkar. Og það kannski var bara markmið með því að taka til okkar fasteign, að við viljum eiga og hafa til ráðstöfunar allar þær eignir sem að þjónusta íbúin okkar. Og ég held að ný sveitarstjórn ætti að stefna því að horfa til þess. Þetta svona gæti verið liður í því að lagfæra hlutina og minnka þá kostnað sem fer í svona. En að öðru leyti held ég að
að við getum, held ég bara, verið sæmilega sátt við stöðunni svo hún að vera þó eftir þetta COVID-tímabil, alveg frá 2019 þegar VÁ féll, þá fórum við í vandamál. Núna 2022. Þannig að þetta ég held að við getum alveg verið sæmilega sátt að vera búin að velta einhverju 40-50 milljörðum og heildartapið kannski 1,5 í heildina. En við hafa líka jákvæð afkoma í fyrra og líka í hittiðfyrra. Þannig að þó tapir sér þetta núna, þannig að við skoðum þetta, þá erum við bara í góðum gír og það enginn á bakinu á okkur. Það ekki til neitt sem heitir eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélagana sem var stöðugt á bakinu á okkur. En hún farin bara og getur verið að naga blýanta inn í Reykjavík. En við erum bara frjáls eins og fuglinn núna, sko. Þannig að ég held að við megum bara vera sátt við þetta. En ég svo sem bara, ætla ekki að segja mikið, auðvitað, þegar maður horfir á allar þessar skuldir í samstæðu og svona, sko, þá finnst mann þetta vera rosalega mikið. Ég fletti upp í ganni minn í gær, sko, að því að HS Veitur eru nú líkin í samstæðinni. Sko, skuldir HS Veitna 2014 voru 8,9 milljarðar, en í dag það 16,1. Þannig að skuldir HS Veitna hafa aukist verulega á tímabilinu, en eignirnar hafa líka farið úr 19 í 31. Þannig að það fyrirtæki vaxandi en hefur verið bætt sér skuldum og það sést í samstæðinni hjá okkur, sko. Þannig að þetta ekki skuldir sem lenda á íbúðum Reykjanesbæjar, þetta bara skuldir sem urðu til vegna fjárfestinga HS Veitna til þess að þjónusta bæði okkur og íbúa á öðrum svæðum. Þannig að samstæðan ekki alveg að segja okkur allt nákvæmlega stöðu Reykjanesbæjar sem slíks. Bæjarsjóðurinn gerir það vissulega, en við erum búin að koma höfnunni fyrir vind. Það búið að leysa til sveitarfélagsins marga milljarða af höfnunni til að létta henni lífið og hún náttúrulega bara í ágæð. Hún með eitt lán, lítið lán núna og það verður tiltölulega létt fyrir höfnuna að sinna því láni þegar allt bara eins og eðlilegt væri. Þannig að ég held að staðan sé bara þessi að við getum verið bara sæmilega sátt. En ég ætla ekki að segja meira þennan ársreikning í bíli, við kannski segjum eitthvað meira á næsta fundi en orðið laust ef einhver vil tjá sig eitthvað frekar. Guðni Björn að gera svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góða gestir. Ég vil bara þakka fyrir þessa mjög fróðlegu umræðu sem hefur farið hér og þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð. Ég skil svo sem alveg það sem bæjarfulltrúar Margrét Sanders kom inn á að það væri erfitt og leiðilegt og ósanngjarnt að tala fortíðina og ég skil það alveg sérstaklega það sem að það ekki sama bæjarstjórn hjá þeim nú og var þá. En þetta samt gott að við gleymum þess ekki. Og bæjarstjóri talaði síðustu 8 ár eða síðustu 7 ár og allt góð með það, en ef við förum bara lengra aftur í tíman, 2002 til 2013, þá sjáum við það að skuldir sveitarfélagsins í heild sinni 5-földuðust. Úr 8,3 milljörðum í 40,4. Skuldahlutfallið var 271% árið 2013. Og jú, akkur ég að segja þetta? Það 2022, ársreikningurinn eða drögin á hann líta mjög vel út og ég tala nú ekki eins og forseti fór yfir áðan á tímum, COVID-tímum, atvinnuleysistímum, falli VÁ-tímum, stríðshörmungum. Að við séum í alvöru að sjá þessi flottu drög í sveitarfélaginu okkar bjarta framtíð framundan í fyrst skipti í mörg ár. Þetta eitthvað sem við eigum að fagna og vera stolt af. Og þetta gríðarlegur ávinningur og bara vel gert og ég vil bara fagna þessu með starfsfólkinu okkar, með fólkinu okkar og það að við höfum komið fólki í vinnu síðastliðið sumar
eins og staðan var þá bara eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Að við náðum að hjálpa fólkinu okkar á þessum erfiðu tímum. Ég gríðarlega stolt af þessu. 271% skuldahlutvall eitthvað sem ég mun aldrei sætta mig við aftur. Og þetta gamalt og þetta liðið en við höfum aldrei að gleyma þessu. Og 102% að hafa verið undir eftirlitsnefndinni í hvað mörg ár? 5 ár? 4 ár? Að takmarka næstu því allt, að sinna bara nauðsynlegu viðhaldi, að vera að reyna að bjarga búinu eins og við frekar skátum og sjá þessa niðurstöðu í dag gerir mig ótrúlega hamingjusama. Og ég vil bara að það komi hér fram að þetta þrekvirki ekkert unnið bara af okkur, þetta unnið af fullt af fólki. Við tala nú ekki íbúin okkar sem að við hækkum útsvar og hækkum skatt á sínu tíma bara til þess að ná endum saman. Og aftur vil ég þakka íbúin fyrir það. Og samheldni í bæjarstjórn og starfsfólki Reykjanesbæjar. Við tala nú ekki bæjarstjórn okkar. Þannig að ég gríðarlega ánægð. Þetta flott staða og við má vera stolt af henni. Jú, það má alveg kvasast út í einhver atriði í henni, að sjálfsögðu. En aldrei aftur 271%. Við erum ekki að fara það tilbaka. Við ætlum að halda fram í veginn. Við erum búin að losa allt sem frekast getur undir fasteign sem var gríðarlegur árangur hjá okkur. Og þetta bara tilefni til að vera glaður. Takk fyrir. Já, það eru 2 sem að biðja orðið. Mér langar samt bara að árétta við bæjarfulltrúa Guðni Birnu að við séum ekki að rugla saman atriði. Skuldahlutfall er eitt og skuldaviðmið annað. Skuldahlutfalli í dag er meira en 102%. Við erum skuldahlutfall er bara hlutfalli á milli skulda og tekna, en skuldaviðmið er sama hlutfall mínus ákveðnir hlutir eins og skuld ríkisins við okkur vegna hjúkrunarbyggingu hjúkrunarheimilis og ég held að sé ekki einhverja langtíma skuldbindingar, lífeyrisskuldbindingar sem að maður draga frá. Við vorum til dæmis með að við áttum mikið eigið fé, þá máttum við draga það frá og svona. Það er eitt og annað sem hægt að draga frá þegar við erum að reikna út skuldaviðmið, þannig að pössum okkur á því að bera saman epli og epli. Ríkharður Ibsen, þú ert næst. Margrét Sandís. Ég er með ykkur báðar í símaskránni. Ég hef einu sinni hlutlast. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Forseti ruglaði aðeins nöfnunum á mér og eiginkonunni. Þið sem vitið ekki hver Margrét Sumarliðadóttir er. En ég þakka forseta fyrir að nefna þetta að skuldahlutfall og skuldaviðmið er ekki það sama og skiptir miklu máli þegar við erum að tala þessa hluti að það sé rétt. En við skulum þá gera þetta bara enn svartara. Við skulum frekar horfa til skuldaviðmiðs bæjarsjóðs í kringur hrunið. 400%. 400% var skuldaviðmiðið í kringur hrunið. Þá voru fyrirtæki að fara á hausinn í stöflum. Þetta var ömurlegt ástand. Þetta var hræðilegt ástand. Frá 2010 til 2014 þá lækkar skuldarviðmiðið næstum því 200% ígildi. Þannig að við erum að tala gríðarlega lækkun í kringum 180% ígildi. Þannig að við erum að tala að á næstu 4 árum á eftir þá hækkuðu skattar, það var tekið mikið til og það þurfti virkilega að taka til, enda
var mjög stíft frá nefnd á vegu ríkissjóðs, eftirlitsnefndinni, að skuldaviðmiðið skyldi vera 150%. Þannig að það þurfti virkilega að halda áfram að sópa. Það var ekki nóg að vera búin að lækka skuldaviðmiðið þessi 200, heldur skyldi haldið áfram. Þannig á næstu 4 árum með hækkun skatta og samdrátti að þá náðu menn að lækka þetta rúmlega 100% á 4 árum og það í svipuðu hlutfalli núna. Þetta var svona í kringum 122% 2018 og í kringum það. Ég ætla ekki að eyða korteri hér að útskýra það sem búið að breyta útreikningum á skuldaviðmiðinu, en við erum að segja að þetta hefur haldist tiltölulega óbreytt, en það líka búið að vera ýmislegt sem að hefur komið inn sem að mér finnst ekki rétt að vera að taka til, af því að það er búið að vera að færa eignir frá höfninni, það er búið að vera að taka, það kom einhverjir 5 milljarðar frá HS orkubréfunum eða magmabréfum eða hvað sem við köllum þetta. En það sem við höfum að fagna að í bæjarsjóði hafa tekjur hækkað frá 2014 segi ég, 78%, sem algjörlega frábært. En forseti nefndi réttilega áðan, mestu ógnina fyrir sveitarfélagið þessi rosalegi launakostnaður, og örugglega mikið af því hefur verið færslan frá ríki til sveitarfélaga, til dæmis málefni fatlaðra. Við erum að segja að launakostnaður bara bæjarsjóðs hefur hækkað í kringum 94% á þessum tíma, og skuldirnar, það dálítið flókið að því að búið að vera að færa á milli eignir og skuldir og milli bæjarsjóðs og A og B og svo framvegis, en skuldir bæjarsjóðs hafa hækkar örlítið ef miðað við neysluvísitölu eða vísitölu neysluverðs. Þannig að við þurfum að njóta, maður verður að vera sanngjarn í umræðunni, að vísitalan kannski að hækka 16-17%, en skuldirnar ef maður að tala A og B, 18-19, og síðan ef við tökum bara bæjarsjóð þá hafa skuldirnar hækkað 32%. Þannig að þetta svona leikur á tölum, en samt ekki, vegna þess að þetta sýnir, og mér finnst þetta algjörlega frábært hjá forseta að nefna það, þetta sýnir vanda sveitarfélagsins. Þess vegna algjörlega frábært að horfa til þess að við erum að stækka sveitarfélagið, við erum að stækka pottinn sem að greiða sameiginlegan kostnað, vegna þess að við viljum vera öflugt sveitarfélag, við viljum vera sveitarfélag sem 4. stærst á landinu, þjónusta vel íbúana, þannig að stjórnendur og starfsfólk fyrirtækjana sem koma til Reykjanesbæjar vilja vera hér og búa hér og borga útsvar hingað. Ríkar Vísengesal. Forseti, Guðný talaði það væri mjögulega leiðilegt og ósanngjarnt að tala fortíðina. Ég algjörlega ósammála því. Við eigum að læra að fortíðinni, en rétt skal vera rétt. Og ég ætla að byrja á því að taka undir með Guðbrandi og Margréti Sanders þegar að kemur að launakostnaði. Ef ég lít tilbaka, þá var það fyrir aldamót þegar ég viltist fyrst inn á bæjarstjórnarfund með Guðbrandi, og þar vorum við að tala þessa miklu áhyggjur af launakostnaði og lífeyrisskuldbindingum til framtíðar. Og ég algjörlega sammála því. Þetta eitthvað sem þarf að skoða mjög gaumgæfilega. En að reka sveitarfélag náttúrulega, þetta svona jafnvægislist svolítið, og við verðum að passa það að fara ekki fram úr okkur, og á sínum tíma þá fóru menn vissulega fram úr sér. En þegar við horfum á stöðunni í dag, að þá liggur líka fyrir að við þurfum að passa upp á samkeppnishæfni sveitarfélagsins. Við þurfum að passa upp á að brjóta land undir byggð og veita nauðsynlega þjónustu og þar fram eftir götunum. Og auðvitað þurfum við að passa peningana, sérstaklega. En ég alveg samfærður það að núna, ef allt
brosir við okkur, að þá mun Kjartan ábyggilega lendi því að vana áætla tekjur eina fyrir enn og það kannski bara vel svo lengi sem að þær verði öflugar. En við verðum að huga að því að þegar að menn fóru fram úr sér á sínum tíma þá skildu þeir hér eftir innviði sem að var hægt að fylla og gríðarlegur kostnaður láð þar sem að var náttúrulega bara í því að það var búið að brjóta land undir byggð og það var búið að ganga frá alls konar frálestismálum og fleira slíkt. Og svo fengum við náttúrulega gríðarlegar tekjur inn í sveitarfélagið þegar allt fór á fullt. Og ég hef svo sem búin að koma inn á það hér áður, megninu til út af flugvöllunum að sjálfsögðu. Þannig að við þurfum að huga að því að passa upp á þetta sérstaklega og eins líka tryggja fleiri tekjustofna fyrir sveitarfélagið. Og svo eru innviðir hér. Menn fara náttúrulega að tala um það núna, styttist í kosningar, sem að þarf að laga. Njarðabrautin sprungin í tællur, hvað er þetta, 14.500 bílar á sólarhring eða eitthvað. Og við erum samt að reyna að gera góða hluti. Við erum að brjóta nýtt land undir byggð, Dalskurði 3 er að komast á stað. En þetta er línudans og vonandi vegnar okkur vel. Við höfum öll tækifæri. Takk fyrir. Valdur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta er athyglisvert, maður að líta við farin veg. Ég ætla að reyna að hætta líka, eins og Bubbi, Guðbrandur, já, þessi baksýnisspegil og hvort að við ætlum ekki að læra á honum. Við finnst alltaf mjög athyglisvert þegar að fólk hendir þessu, alveg in your face, ætlar ekki að læra af fortíðinni. Jú, auðvitað. Maður var vitni að alls konar hlutum. Maður ætla sér ekkert að koma sér í vandræði. Ég ætla ekkert að verða fullur og æl út í horni. Það maður bara lærir af því. Þegar ég kom í bæjarstjórn 2010, þá var ekkert alveg myljandi stemning. Það var vond staða, en ég vildi samt taka þátt í verkefninu. Ég hefði náttúrulega getað sagt bara, gleymu þessu, ég kem ekki nálægt þessu, alveg allt hérna í tómurugli, Nei, við sem erum í þessu að vilja koma hérna annað hvern þriðjudag og rífast þetta, við ætlum okkur að gera eitthvað, við ætlum að læra af fortíðinni, við ætlum að gera alls konar hluti. Það var ekki eins og búið að finna upp þetta skuldaviðmið 2010, það var fundið upp 2012 til að taka á skuldasöfnun margra sveitarfélaga. Það var ekkert verið að beina augum að bara Reykjanesbæ. Það voru mjög mörg sveitarfélög í frjálsu falli. Þannig að það var verið að finna upp eitthvað sem gæti náð utanum þessa stöðu og stýra sveitarfélögunum í rétt átt. Bara gott og vel. Þannig að vissulega þurftum þá að læra af fortíðinni. Maður alveg kíkti þangað. Ég hélt að við myndum vera laus við þetta talnaklám sem var með 40 milljarðana sem að bærinn skuldaði. Viðskilnaður síðust að meira hluta. 40 milljarðar. Er að ná þessu? 40 milljarðar. Hvað er núna? 75 milljarðar. Ekki 40, að 75. Er þetta bara því að bæjarbúum hefur fjölgað svona mikið? Nei. Við erum bara að vinna með aðra tölur, stærri tölur. Þetta var rosalega sjokk fyrir 8 árum. 40 milljarðar. Við höfum ekki verið að minnast á þetta, en við höfum að læra af þessu. Baldur, manstu ekki, það voru 40 milljarðar. Það eru 75 í dag. Guðbrandur kom inn á, það eru 2 fasteignir sem við erum að leigja. Við erum búin að ná til okkar aftur þessum eignum úr fasteign sem við áttum að vísu. Þannig að það er bara spurning, hvernig er þetta, hvernig er eignarhaldi háttað og
Ég er ekkert endilega á því að það sé rétt stefna að sveitarfélagi eigi að eiga allt saman. Ég tók þátt í því að koma hjúkrunarheimilinu upp á Nesvöllum. Þá var uppleggið frá ríkinu þannig að þið verðið að eiga þetta, við ætlum að leigja þetta af ykkur. Þá var það ríkið sem sagði, þið verðið að eiga þetta, við ætlum að leigja. Við viljum ekki eiga þetta, við ætlum að leigja. Þá var þetta fínt. Það er ekkert voðalega mörg ár síðan. Svo bara breytast forsendur, breytast aðstæður. Menn vilja hafa þetta öðruvísi. Núna eigum við að eiga þetta og þeir ætla að hjálpa okkur að byggja þetta. Og taka þátt í kostnaðinu upp á 85% að mig minnir. Þannig að við erum öll að rýna tölurnar til gagns. Hvað gerðum við? Hvað gerðum við rétt? Hvað gerðum við rangt? Hvað getum við gert betur næst? Þannig að við getum verið að halda áfram að klæmast, en ég held að þetta sé orðið ágætt og bara tökum þetta í seinni umræðunni. Takk. Já, takk fyrir þetta, Baldur. Ég ætla ekki að fara að eyða tíma í að Baldur var farin að tala um mig, Ríkar Rífsson var farin að tala um mig, fyrir aldamót, þannig að maður er svolítið gamall í þessu, en Já, en það sem að blasir við okkur núna er auðvitað þetta svokallaða skuldaviðmið að við séum laus allra mála. Það er það sem skiptir okkur máli. Okkur hefur tekist að fara úr erfiðri stöðu í ásættanlega stöðu, en það er bara hefur margt hjálpað okkur. Það hjálpaði okkur til dæmis að herinn fór að það var lausar íbúðir fyrir fólk sem fór að vinna upp á Ásbrú, upp í flugstöð og skaffa okkur tekjur. Það hjálpaði okkur að það voru lausar lóðurinn í Njarðvík, en það var líka valda okkur skaða vegna þess að það voru tekin lán fyrir því sem að stökkbreytist og við þurftum að borga fullt af vöxtum. Þannig að sumt er að vinna með okkur og annað ekki, en auðvitað var hjálpaði að þessi hluti skyldi vera til staðar þegar á þeim þyrfti að halda. En það var líka minnst á samkeppnishæfni sveitarfélaga og við þurfum auðvitað, það er það sem skiptir okkur máli, við þurfum að vera samkeppnishæft sveitarfélag. Við erum orðin 20.000 manna sveitarfélag, við erum 4. stærsta sveitarfélag á Íslandi. Við þurfum að geta staðið samkeppni við Reykjavíkursvæðið og boðið íbúum okkar upp á annað það sem að íbúar annar staðar fá notið. Og ég held að við séum ágætis vegferð þar. Það er, held ég, flestir staðar hér sem að annar staðar er. Við erum búin að vera mjög duglegir að hækka íþrótta- og tónlistarstyrki fyrir börnin okkar. Það hefur hjálpað okkur mikið. Við höfum auðvitað verið að glíma við það að hér hefur verið mikið atvinnuleysi og hér er talað um einhæft atvinnulíf. Það er bara okkar vandamál að búa við einhæft atvinnulíf og ferðaþjónusta, hún er borgar tiltölulega lág laun. Þannig að hér eru borguð tiltölulega lág laun miðað við stöðuna á höfuðborgarsvæðinu. Laun lækkuðu verulega á svæðinu þegar herinn fór, þekkjandi það sem formaður stéttarfélags, þeir fóru niður 10–15% þegar herinn fór. Það breytti ýmsu að atvinnurekandi eins og herinn skyldi fara á svæðinu og samkeppni við aðrar atvinnugreinar skyldi ekki vera til staðar. Þannig að það er margt sem við getum verið að horfa til, en mér finnst við verðum líka bara að vanda okkur hvernig við byggjum þetta svæði okkar upp. Eigum við bara alltaf að vera með nóga lóðum? Hvað þýðir það fyrir okkur sem samfélag? Erum við alltaf tilbúin að byggja nýjan skóla bara hvenær sem er, eða nýjan leikskóla? Erum við tilbúin til þess að vera með leikskóla fyrir 12 mánuða eldri? Erum við búin að átta okkur á því hvað það kostar okkur? Gerum okkur grein fyrir því?
Þannig að brjóta land undir byggð, það getur kostað okkur peninga og það það bara tekið af útsvarin okkar og fer þá ekki aðra þjónustu meðan. Þannig að þetta Garðbæingar hafa tekið ákveðna stefnu í þessu og bara valið sér íbúa. Þannig að ég held að við þurfum svolítið að vanda okkur hvernig við ætlum að gera þetta. Eigum við að halda áfram að reyna þétta byggðina. Við erum langt og mjótt sveitafélag og það dýrt að reka samgöngur. Þannig að það svona hlutir sem að held ég að bíða okkur eða ykkar að takast á í framhaldinu. Þannig að ég held að bara við erum búin að læra margt frá því þetta sveitafélag var til. Við höfum verið stórhuga, við höfum dottið af stallinum en við höfum staðið upp aftur og ég held að við séum alveg orðin sambærileg við það besta sem þekkist. Við erum með frábæra tónlistarskóla hérna í þessu húsi. Við erum með frábæra skóla og góða kennara. Við erum með fína veitingastæði, við erum með bíó, við erum með dansstæði. Það vantar ekkert hérna. Þannig að við höfum bara að halda á þessu áfram, bara stíga eitt skref í einu og þá gengur þetta upp. Þannig að ég get ekkert annað en bara óskað svo nýrri bæjarstjórn, hver sem hún verður, bara velfarnaðar í því sem hún áttar að takast á við og hérna. Því ég held að ég auðvitað hefði viljað vera með plúsreikning núna á mínu síðasta ári sem bæjarfulltrúi en það voru bara aðstæður uppi í samfélaginu sem gerði það að verkum að svona fóru þetta en ég held að við getum alveg verið sátt við okkar verk unnin á þessu kjörtímabili. Það er búið að gera mýmargt. Við erum búin að byggja stóran skóla inn í Njarðvík án þess að taka lán. Og við erum núna að byggja sundmiðstöð og íþróttahús og ég held að við þurfum ekki að taka lán heldur. Þannig að staðan okkar er bara góð. En það býður margt. Við erum búin að búa til aðgerðaráætlun um uppbyggingu íþróttamannvirkja til lengri tíma og hún bara kostar mikið. Við vitum að það er þörf fyrir uppbyggingu leikskóla og það kostar líka fullt af peningum. Þannig að það eru áskoranir framundan en þetta sveitafélög eru eilíf og við komum og við förum en sveitafélagi heldur áfram og börnin okkar og barnabörn og halda áfram að vera hér í þessu samfélagi okkar. Þannig að þetta verður bara, held ég, bara fyrir ykkur sem að haldið áfram held ég að þetta sé ekki óyfirstíganlegt að takast á það sem að framöndan er. Þannig að ég bara góður og þannig að við tölum svo þetta aftur á næsta fundi bæjarstjórnar, klárum það þennan reikning. En ef engin annar vill taka til máls meira undir þessum lið þá vil ég gera það tillögu minni að við tökum þá ársreikningin til annar umræðu á fyrsta fundi bæjarstjórnar í maí, 3. maí. Samþykkjum við það, herra bæjarstjóri, eða það Já, ég bið fallega. Eru þið til í að samþykkja það með mér að hann fari þá til annar umræðu 3. maí? En þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi ágætu bæjarfulltrúar og seinni umræðu innkaupastefnuna sem var nú búið að fara hérna yfir ágætlega á síðasta fundi. Mér vitandi engar ábendingar, breytingartillögur eða spurningar komið? Nei, einhver sem vill taka til máls hana. Svo ekki þeir sem samþykkt geta þá innkaupastefnu Reykjanesbæjar eru beðin að gefa merki. Og hún samþykkt 11.0 og þá dagskrá tæmd og við munum ganga frá fundargerð og samþykkja hana síðan rafrænt og ég segi því 630. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slítið.